Auðvitað var Jesú Kristur ekki sósíalisti því að sósíalismin var ekki til fyrir 1900 árum eftir að hann var krossfestur. En ástæða þess að fólk segir stundum að Jesú Kristur hafi verið fyrsti sósíalistinn er að hann tók stöðu með þeim sem stóðu utangarðs, þeim sem voru kúaðir, gegn þeim sem voru að kúa, bæði hinnu verðlega valdi og hinnu klerklega valdi. Og jafnvel hugmyndin sjálf Guð sem verður að manni, Guð sem stígur niður úr almættinu og tekur á sig hold mannsins, hins synduga manns, hins breyska manns, hins skallaða manns, það eins konar sósíalismi. Það að standa með hinnum veiku gegn hinnum sterku. Í dag annar í hvítasunnu og þá halda kristnimenn upp á það að heilugur andi úthlutaðist til dauðlegra manna í fyrsta skipti í sögunni. Áður hafði það verið þannig að enginn náði talsambandi við Guð nema æðsti presturinn og hann gerði það í lokuðu rými inn í musterinu þangað sem enginn mátti koma. Ef einhver alþýðumaður hefði labbað þar inn þá hefði þurft að rífa musterið. Á hvítasunnuninni þá sendi Guð vinabeðni til allra manna og sagði ég til að vera vinur þinn, þú þarft ekkert að tala við mig í gegnum æðstaprestinn, þú getur bara að tala við mig beint. Þetta náttúrulega alþýðubylting og stórkostleg bylting á sínum tíma. Í þessum skilningi þá var Jesú Kristur sósíalisti. Hann stóð með hinnum veiku gegn hinnum sterku, hann vildi færa völdin til fólksins.